Gaman að fá þig. Þóttinn. Já, takk fyrir að bjóða mér. Hvað er að frétta? Ég sé að þú ert búin að vera að vaða dálítið á súðum á Facebook undanfarið. Hvað er það? Já, ráðherrann telur að það sé afleiðing að stera með þessi mér í. Þá verður maður æstari og meiri læti í kringum hann og sefur minna og hefur hærra. Þannig að pistlarnir bara eru svona afleiðing af því. Hvað er þú hefur gaman að þessu. Þú hefur gaman að því að vera tjáði á Facebook og ranta eins og íti ákveðna hópa og svona. Já, sko, mér finnst ég auðvitað bara að vera svona að segja það sem öllum ætti að vera augljóst, sko. En enginn þorir að segja. Kannski ekki alltaf þannig, en oft þannig að en ég hef svona látið menn svolítið heyra það, en það er nú aðalega bara menn sem hafa verið, sko, og eingöngu menn sem hafa verið, sko, mjög stórir styrkar annara, kalla mönnum illum nöfnum eins og illvirkja ómenni. Ertu með einhverja reglur þegar þú ert að tjá þig opinberlega með það að hjólaru ekki í fólk sem að hjólar ekki í aðra? Nei, ég hjóla ekki til Jón og Gunnu sem er bara annar skoðun en ég, sko. Nei. Ekki nema að það sé einhver svona ofstæki í því, sko. Og svona stórirði útilokunar, smánun og svona. Þá læti ég nótt þetta fólk heyra það. En ég er nú sjaldan að nafngreina menn en gera þó stundum og kannski menn ofta augljóst við hverja ég á. En þetta er svona fólk sem tekur svolítið yfir umræðina, ofstæki blossar upp og enginn þorir andmæli. Ég ótta við að fá eitthvað á sig. Og ég bara tekið það mér að vera fórnarlambi í því og fara í taugarnar. Og hvernig er það hlutverk? Er þið hægt að nenna djöflast í þeir? Já, meir og minna. Þau fara svolítið aldrei almennilega í mig, sko, en ég fer náttúrulega í taugarnar þeim. Og og stundum komaðu svona að reyna eitthvað. En mér stelt að skjóta sig í fótinn, sko, og oft báða. En það sem eiginlega svona pirrar við mest þegar svona fræga fólki kemur, sko, sem er kannski ekki búin að kynna sér málefnið og kemur alveg með einhverja bombur þennan og þennan, Katrínu forsætturáður, Bjarna og ríkisstjórnina og einstaka menn bara í samfélaginu. Og er svona nýta frægðina svolítið til þess. Það pirrar mig svolítið, ég verð að viðurkenna það. En hvað með þinn eigin flokk, sko? Nú erum við að tala kannski fólk sem að þú ert að íta svolítið í. Nú er nýbúinn landsfundur Sjálfstæðisflokksins. Þú segir að þú sért að segja hluti sem að þér finnst, sko, vera sjálfstæður og öllum mætti að finnast. Ég held að sé mjög margir í þínum eigin flokki sem eru á sömu skoðun og þú. En ég held að sjálfstæðismenn er ekki undanþegni því að flest allir sem er í einhverjum svona störfum þar, sko, sérstaklega þeir sem eru konar á þing, tala nú ekki ráðherrar, þeir myndu aldrei þora að segja þessa hluti opinberlega. Nei, sko, ég ekki kannski held að leyft mér það vegna þess að ég er náttúrulega fyrstlega fullorði maður, sko, það má reka mig, sko. Einmitt. Já, og ég er ekki sem myndi tala svona að ég væri 30 eða 40, sko. Af ótta við þá afkomu og annað? Já, bara ótta við svona ákveðina útilokun í því. Og líka maður á börn og svona, þú stígur á tær og ef þú ættir ung börn, sko, þá kannski verður það óþægilega fyrir þau. En ég er ekkert opbáslega harður, ég er engin dóni í þeim skilningi, en stundum bara gengur þetta fólk svo fram að mér í ofstækjunu og frekjunni og yfirganginu að mér finnst að menn verði aðeins að stíga til hliðar. Svo að þetta fjölmiðlarnir, sko, enduróma alltaf þessi læti, sko, og jafnvel þáttakendur í þessu af því að það er bara fólkinn að borðsömu skoðunar. Og ég hef skamma fjölmiðlamenn, fræga fólkið, stjórnmálamenn auðvitað líka, hvernig þeir láta stundum. Það er eins og að menn geta aldrei tekið umræðum alvöru mál án þess að hjóla einhvern veginn í mannin í þeim skilningi að hann sé þá vondur og ómennið illvirki.
af því hann bara ósamálaði, sko. Einmitt. Og við getum séð... Þú ert að tala þá eins og til dæmis, sko, ef ég myndi, sko, þú stoppa mig þá bara að þú svona, til dæmis eins og í COVID, þá gast ekki verið ósamála COVID-reglunum öðru sem þú vildi drepa gamalt fólk. Já. Í innflytjendamálum þar getur ekki verið sammálaði að stundum þurfa að fara að reglum þó það sé leiðilegt að vísa einstaka fólki úr landi öðruvísin að þú sért hálfpartin rasisti og þar fram eftir götu. Er það þetta sem þú ert að tala? Já, nákvæmlega þetta. Og þetta finnst mér alveg ókveikjandi, við tökum bara útlendingamálin, sko. Menn hérna segja bara fullum fjöttum og bara ráðherra sé bara að vísa fölluðu fólki út, sko. Við búum við lagaumhverfi sem Alþingi setti. Og það sem þetta vald og þessar ákvarðanir er falið sjálfstöðum úrskurðarnefndum. Þeir ekki með ráðherra að gera eins. Nei. En skilurðu að meðferðin og hvernig þetta var gert, að það sé kannski segja breyðið að það er eitthvað sem þarf að breyta þarna? Sko, tökum þá umræðu þá. En auðvitað er valdbeiting alltaf erfið. Sko, menn verður bara átt að segja að verndarkerfið er bara fyrir ákveðin hóp. En það er ekki fyrir fólk sem hefur verið að verri við í heiminum. Þetta er ekki þess að fá fólk í atvinnu eða bara fólk sem er húsnæðislaust eða atvinnulaust út í heimi. Þetta er ekki fyrir þá. Það er ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að fá vernd. Þessi útlendingastofnun og síðan kærunefndin eru úrskurðar aðilar þetta. Ekki ráðherra, ekki dómsmálaráðuneytið. Þannig sé ekkert með okkur að gera. Ekki framkvæmdina á þessu. Svo þegar kemur niðurstaða, sem við getum verið sammálað og ósammála niðurstöðu þessar aðila, ef það kemur niðurstaða, þá þarf að framfylgja lögunum. Og þá kemur ríkislögreglustjóri stóðið þar inn og framkvæmir. Auðvitað er fólk þá beðum að bara fara á landi brott vegna þess að niðurstaðan er komin. En það gerir það ekki. Og þá er náttúrulega vera þeirra hér ólögmætt í landinu. Og þá kemur að því að þú er að framfylgja lögunum. Og ef þú ferð ekki með góðu, þá er valdbeiting. Alveg saman hvort þú ert fatlaður og ófatlaður, eða hvað sem er, hvort þú ert gamall eða ungur eða hvað sem er. Svona er kerfið. Ef menn eru hins vegar ekki sáttu við það og vilja hafa reglunar öðruvísi, þá fara bara að fara með það gegnum þingið. En þarna finnst mér kannski komin í ákvæmna kjarnaumræðu sem að því, sko, ef ég tala fyrir mig, þá sakna ég þessu ofta að það sé farið í kjarnaumræðuna. Og þarna, sko, það eru nokkra kjarnaumræður í þessu máli. Ein er til dæmis svo, eru aldrei tilvik, þar sem væri hægt að segja, reglunar eru svona, en úps, við verðum bara, í þessu tilviki verðum við bara að segja nei, þessi fjölskylda verður að fá að vera hérna áfram. Kom ekki stundum tilvik þar sem er bara hægt að segja nei, heyrðu, við verðum að fara fram hjá reglunum núna. Nei, það gerir þá þessar úrskurðaraðilar gera það oft. Þeir segja kannski, ok, þetta er kannski ekki alveg, en það getur verið sérstakar aðstæður, þannig að þeir heimila. Ráðherra fer ekki inn í það með einhverja geðþóttaákvarðanir. Nei, ok, en ef við myndum þú segja aftur á þessar úrskurðarnefndir og þeir sem eru þessu. Þeir gera það. Ok, en ef þeir eru byrjaðir að gera það, hver ákveður þá eins og akkur verða þá ekki gert þessu tilviki? Skilur við þeirra bara? Jú, en þetta er marg, sko, ef við tökum þetta mál sem þarna er að ræða, sko, það er búið að gera það er búið að taka efnismeðferð, það er endur upptaka held í 2 eða 3 það er marg búið að fara yfir málið. Fólk ætla bara ekki að fara að lögum og kemur sundaði og endanum verður valdbeiting. Valdbeiting er aldrei þægileg. En hvað myndir þú að segja að ég myndi spyrja því, sko, nú er þú hérna aðstoðamaður, dómsmálaráðherra og Jón Gunnarsson, hann hefur stundum talað dálítið mikið fyrir aukinni valdbeitingu, eins og til dæmis hérna, þú veist bara, ég veit ekki hvort að valdbeiting sé rétt, aukinni hérna byssuvæðingu innan lögreglunar og það þurfa að passa okkurnar hættur. Þar myndi ég til dæmis, ég er alveg sammála, þar myndi ég segja bara byssur kalla fleiri byssur og ég er bara vítin síðan til að varast þau, sko. Já, tökum bara þá umræðu, sko. Það getur vel verið alls konar sjónarmið í því. Við erum því ekki að tala aukinni byssuvæðingu, við erum að gera útbúa frumvarp sem vopnalögin eru hert, sko. Þannig að við erum ekki að tala byssuvæðingu. Við erum talað þess að kalla rafbyssur. Það sem er, sko, auðvitað bara afbrotnavartatæki, það er að segja, þetta er bara þess að verja bæði lögreglumennina og þann handtekna. Stundum eru bara aðstæða þannig að dögar ekki einhver kylfa eða meis og þá er þetta bara öryggisatriði fyrir alla. Strangar verkfærsreglur hvenær má beita slíku.
ég kalla þetta ekki aukin vopnavæðing í sjálfum sér, en ok, þetta er bara ástandið núna bara þannig að það er meira ofbeldi, það er ekki grín fyrir 2 lögreglumenn, kannski önnur kona 1,70 á hæð. Er meira ofbeldi, sko, ég var með Artrúði Karlsdóttur einn fyrsta konan í lögreglunni. Hún sagði, sko, við vorum lúbarðar og þetta bara, það voru ekki samfélagsmiðlar, þannig að það er ekki atvik núna sem nást á myndbönd, fjölmiðlar blása upp með fyrirsögnum. Er þetta eitthvað miklu verra en það hefur verið? Nei, það kannski sé ekki alltaf verra, heldur sjá menn enga síður aukin vopnaburð. Menn eru með hnífa, menn eru með skotvopn, miklu meira heldur var áður. Ég held að það sé kannski stóri vandinn. Ég er ekki svona ofbeldi almennt í landinu sé meira, ég vil minna, sko. Það er alveg rétt. En við erum samt að lenda í ótrúlega stórum og erfiðum málum. Erfiðir í valdbeitingu. Meira skotvopnum, meira hnífum. Og þá er talsveit öryggi fyrir lögreglumenn að hafa þessar rafbyssur. Fyrir auðvitað það bara að þau skulle vera sýnilegar, getur gert valdbeitinguna minni. En þetta er allt bara á frumstígi sem við erum að velta fyrir okkur hvort það skils alltaf gera. En ég er ekkit viss hvað er rétt í því sjálfum sér, en það er rétt að við tökum allan umræðan það og metum þetta og gerum kannski tilraunaverkefni í því. En sko, menn fara alltaf með umræðana langt fram úr sér, alveg svo við erum að tala auknar heimildir lögreglu í afbrotavörnum sem menn kalla forvirka rannsóknarheimildum og bara það að við komum einhvern frumvarp sem menn bara fóru algjörlega fram úr sér og heldur það bara að þetta væri einhver heimild og umræða fór þannig að þetta væri einhver heimild fyrir lögregluna bara að fylgjast með hverjum sem þetta er auðvitað alveg ekki dellu umræða bara að vera afvegarlega þetta og tala allt annað heldur en frumvarpið er Já, en það samt kannski, ég veit ekki, nokkuð skrítið í nútímanum að fólk sé gaggrínið á eftirlit og annars slíkt, því við bara búum á dálítið miklum stórabróðurstímum að mínum mati og ég segi bara vítin eru til að varast þau og þeir sem mér finnst bara eins og í COVID-tímabilinu og fleiri málum að þeir sem hlæja því að fasíska ríkisstjórnir sé eitthvað sem við höfum óttast bara nei, mannkynssagan sýnir okkur það að þessi síðustu 40-50 ári á Vesturlöndum eru undantenningin. Já, sko, málið að við erum alltaf að leita þetta er svona vogaskálar, sko. Þetta er friðhelgi einkalífsins og það geta haldið upp í lögreglum. Já, þetta eru vogaskálar og við segjum sko við teljum að við séum ekki að raska því neitt með þessu frumvarpi vegna þess að eina raunverulega breytingi sem er að eiga sér stað þarna er það að við höfum að lögreglan hafi frekari úrræði til að fylgjast og hafa eftirlit með mönnum sem þeir hafa upplýsingar að eru í skipulagðri glæpastarfsemi frá útlöndum og svo framvegis. Þannig að við getum fylgst með þeim án þess að þessi rökstuddu grunum að þeir hafi fram í brot hér á Íslandi. Þetta er ekki meira en það, sko. Og þar að auki í frumvarpinu erum við að efla eftirlitið með lögreglunni. Sem mikilvægt. Þannig að þetta er svo lítil breyting en umræðan er bara allt öðrum stað og þess að ég segja sko róið ykkur aðeins sko tökum að setja umræðan þetta en það er engin þolið með það er bara byrjar bara sleggjurnar upp sko og menn eru að tala allt annað heldur en frumvarpið þetta er þetta bara vandamáli í umræðu í íslensku samfélagi sko ekki bara í þessu máli heldur mörgum öðrum við getum séð það í bankasýslumálinu við getum séð það í útlendingamálunum menn bara fara alveg út og suður sko og aldrei eftir jafnvægi í umræðinni þetta er bara upprópari sko. En ef við myndum nú fá mér aðeins að réttrúnaða kaffinu mínu og halda áfram að íta þess í þig og allum þessi bankasýslumálinu og fleiri málum eða fólk sko, við segjum bara kannski á þú veist að þú ert komið með á einhverjum punkti til dæmis bara, við tækjum bara dæmi að það er kona sem að fer út á kvöldin og hún verður fyrir því að það eru menn sem eru kannski í glasi eða eitthvað sem að koma að henn og eru að reyna við hana og jafnvel snert hana og eitthvað skilur hver og einn að gerði kannski ekki træðilegt en svo allt í einu kemur skipti þar sem hún er bara komið með upp í kók og maðurinn sem gerði þetta þá
fær afleiðingarnar af allir í reiðinni, skilur hver að fara og ef að fólk kannski komið upp í kók af því að eins og bara í Íslandsbankadóti að það sé alltaf sama fólki sem að fá einhverja peninga hérna, alltaf sama fólki sem að fá hluti í okkur og einhverjum punktur segir bara það hingað ekki lengra, ég bara búin að fá fólk nóga þessu og þá brýst það svona út, skilur Sko, Sölvi, ef þú selur hluti í banka þá alltaf sama fólki sem kaup banka, það þeir sem eiga peninga, sko. Þetta bara lífeyrissjóður meira og minna. Nei, ég alveg vilja kaupa í þessum banka. Já. Ég fekk ekki boðum það. Nei. En svo voru sambælir aðalega við mig sem fekk boðum það. Já, ég meina, já. Það ég alveg sammála í þessu bankarsýslum þar aftur ekki verið að fara í aðalatriði sem ekki Bjarni Ben eða pappans Bjarni Ben, heldur bara ferlið. Ég myndi bara segja að mér finnst þetta ferli bara ekki alveg í lagi, sko. Nei, en þetta ferli ákveðið alþingi, sko, þá stjórnarandstaðan með í því, sko, gerir ekki absolutt þá. Og síðan getur verið eitthvað farið úrskeiðis í framkvæmdinni, en menn ekki að horfa á stóra atriði, tókst þetta vel samt, sko, ok, það var ekki alveg sanngjarnt þarna, og var það virkilega þarna söluaðaldi voru að tala bara við suma, ok, þá fá þeir bara baukið fyrir það, sko, en umræðan einhvern veginn bara, annars staðar, sko. En hvað þeir út að nefna eins og fræga fólki á þann og segja svona, þú ert kannski á góðri ensku að tala virtue signaling, eða dygðarskreitingar. Já. Það ekki orðið svona að við ekki vorum horfast í augu við breyttan veruleika með samfélagsmiðlum, að það hægt að fá ódýr stig fyrir að hoppa á vinsalasta vagnin hverju sinni? Jú, og ég meina, sko Foster hafði búin með einhverju vörn að því einhver Björk og Greta Thunberg einhver annar að skoðana, sko, í einhverju loftslagsmálum, sko, þetta auðvitað bara frekju stampar dauðan, sko, og nota fræðina til þess. Hvað veit þetta fólk? Bara með fullri virðingu fyrir tónlist, sko, Bjarkar og þessari ungu sænsku stúlku, sko. Þetta auðvitað bara hallarislegt, finnst mér. Hvað finnst hallarislegt? Þetta fólk, sko, náttúrulega að beita sér með þessum hætti og gott, veist, fræga fólki auðvitað að gera þetta alltaf. En veitu, akkur ætti ég að hlusta á þetta fólk? Ég meina, ég myndi að hlusta frekar á einhverja aðra, einhverju sem hefur þekkingu á loftslagsmálum, sko. En þetta bara, svona þetta bara, og allt í lagi með það. En ég læti þetta samt svolítið pirra mig, ég verði að viðkynna það. Og þegar Bubbi kemur, og þegar Hallgrímur Helgason kemur, og allt þetta. Bubbi hefur eitthvað farið í döðanarðar í gegnum tíðina? Já, ég nú svolítið gafan að Bubba samt, sko. Bubbi setur alltaf á sig bóksalskar og kýlir eitthvað út í lofti, sko. Helst í málum sem hann ekki búin að setja sig inn í, allt í lagi. Það bara hluti af frelsinu og ég ger enga stund við það. En þá það fólk að rekna með því að einhver andmæli því, sko. Og segja eitthvað og jafnvel hæðist að því, eins og ég hef gert. En Bubbi orti mig kvæði og ég orti hann kvæði. En nú varst það hjóli Hallgrím. Ertu þú að segja að þú setja hjólið hana því að hann hjólaði fyrst í þig, eða? Þetta sangkassaleikur. Þetta er sangkassaleikur, þetta er sangkassaleikur. En hann kemur alltaf öðru hvoru, sko, og þá kemur alltaf sko ægileg reiði, það svo reitt alltaf, sko, það miklu ójafnvægi, ægileg reiði og það bara hraunaði mann og annar, illmenni, illvirki og hann mér þess að réðist á bíl og skemmti og réðist að fórsastra. Það nú langt síðan. Já, en alltaf þegar hann kemur eitthvað inn í umræðuna, þá alltaf einhvern veginn svona. Stóru orðin ekki spöruð. Erst þú ekki að nota stóru orð líka? Nei, ég miklu mildari. Ég kalla fólk ekki illvirkja, ómenni. Ég líkið mikið við Talibana. Sko, þetta sko... Ég verði reyndar að vera sammálaðir þar, sko. Ekki það að ég þekki Hallgrím á góðinu, sko. Ég örugglega ágætis maður, sko. En ég sammálaðir, sko, þú bendur á þetta eitthvað tíðan, ég man ekki held að það verið í einhverjum píslundaði sem bendur á þetta, sko, sama fólkið og verður brjála þegar það verður að gagnrýna einhverja hópa. Það leyfir sér að gagnrýna einstaklingar, sko, þannig hörku að það getur bara verið að valda svakalegur skaðar. Ég gagnrýni svolítið hópa og skoðanir og gerir það auðvitað. En ég kem ekki fram og segi að þessi og þessi sé glæpamaður eða þá útiloka þennan eða smána þennan, sko. Þú sér mig aldrei gera svoleiðis, aldrei. En ég hæðist að þessu fólki sem að heimta þetta, sko. Hvar byrjar þetta? Þessi þetta svona dygðarskreitinga og svona þetta með að vera útiloka og fá einhver vinsældarstig fyrir það. Manni finnst þess að þetta sé svona freka nýlegt. Ja, þetta er nýlegt og þetta er mjög billegt. Og menn auðvitað bara upphefja einhvern veginn sjálfan sig.
Ég finnst það mjög billegt. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.